Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum að þessu sinni upp hérna á Sauðárkróki, tilefnið að sjálfsögðu sæluvika sem að hefjast og það ýmislegt sem við ætlum að fjalla í dag. Hvað við fáum meðal annars að notna Gunnars til okkar? Já, hann ætlar að segja okkur frá heimildamynd sem hann var að gera sem hann kallar 31+1 eða hvort það var 1+31 dagur á sjó. Kemur þú samanstað niður? Já, það er yfirleitt 32. Nú, svo Héraðsfréttablaðið Feykir að halda upp á 35 ára afmælið sitt og við ætlum að fá að vita hvernig að reka Héraðsfréttablaðið í Skagafirði. Feikilega gott hjá þeim. Það feikilega skemmtilegt blað, skal ég segja. Já. Og nú svo fáum við tónlistaratriði því að tónlistarskólinn náttúrulega með uppskeruhátíðina sína hér í Sæluvíku og við fáum gott ABBA-lag ef ég man rétt. Og svo ætlum við að skella okkur í sjósund í huganum að minnsta kosti. Ég held ég ekki leggja í það. Viltu prófa? Nei, ég er búin að prófa. Já, ég gerir það ekki eftir. Nei. Það Benedikt Fleur ætlar að segja okkur hvernig... Þetta bara hættulegt. Já, það ekki? Jú, ég held það. Nú og svo fáum við bara svona yfirlita aðeins yfir hvað gengur á í Sæluvíku og... Hvað samt Sæluvika? Því þú býr nú hérna á Sauðárkróki. Já. Hvað þetta fyrirbæri? Þetta svona menningar- og listahátíð árleg og sem hefur verið hérna síðan 1875 og bara fólk leggur allt annað til hliðar og bara að skemmta sér í Sæluvíku. Það tónlist og leiklist og myndlistasýningar og nefndi það. Og svo erum við náttúrulega bara hérna inn í þessu setti í fullkomnu brúðkaupi. Hvernig var þitt brúðkaup? Mitt var fullkomið. Já, algjörlega fullkomið. Eigum að vita hvað og sástu við fórum bæði í hérna nostalgíu. Við skulum tala þetta fullkomna brúðkaup. Já, gerum það. Við erum hjartalega velkomin til okkar. Bæði tvö. Segðu okkur nú aðeins frá fullkomnu brúðkaupi. Ekki okkar samt. Nei. Herðu, okkar kannski fullkomið á mörgu leyti því að þetta svona bara farsi eins og hann hefur bara á að vera. Það misskilningur og framhjöld og... Nú í fleirtölu alveg. Já. Og samt eru bara 6 leikarar, sko. Nóg að gera. En þetta bara virkar all hláturstaugarnar, all svakalega. Og hérna, já, það við svo sem viljum kannski ekki segja mikið fyrir þá sem eigi eftir að sjá. En farsi náttúrulega bara svona þannig að maður getur eiginlega ekkert sagt mikið frá honum, er það eitthvað? Farsi náttúrulega farsi, þetta farsi farsi. Sérstök upplifun. En það eru tímasetningar. Já, og hérna við búum svo vel að eiga frábæran leikarahóp og sem ræður við þetta allt saman. Bæði hraðan í textanum og síðan þessar tímasetningar. Það bara mjög vant fólk sem hérna á sviðinu. Við erum heppin með það. En þið sjálf, hvað gerir þið sjálf í? Herru, ég er formaður leikfélagsins og sýningarstjóri. Og tekurðu þátt núna? Herru, ég er ekki á sviði núna. Það er bara alveg ágætt tilbreytinga að vera bara svona í sparikjólum og njóta þess bara á bakvið, sko. En jú, þetta tekið þátt í öllu æfingarferlinu og hérna við erum búin að vera svo sem í hörkuvinnu í 8 vikur. En þú eru oft leikið? Já, ég er oft leikið og hérna þetta er svona næstu í frí að vera ekki á sviði. Vera bara hérna bakvið að gera allt hitt sem við vera að gera allt hitt og leika. Nákvæmlega. Þannig að þetta er ágætt tilbreyting að vera bara í salum. En þið setjið upp 2 sýningar á ári, er það ekki? Alltaf fast? Já. Við höfum verið í barnastykkjum á haustin og svo yfirleitt farsa eða söngleikjum eða gamanstykkjum á vorin. Þannig að það hlegið vel í Bifröst? Já, sem er húsið sem við erum í, fyrir þá sem ekki þekkja það svona. Já. Það er gott nefnilega að hafa þig, þannig að þú stoppir með það því að ég er alltaf bara talandi hér eitthvað sem ég þekki svo vel en Bifröst er ekki Borgarfirði. Allavega ekki þessi Bifröst. Hún er svo mikið á Sauðárkróki. En þetta leikfélag, þetta fjölmennt? Eru margir sem taka þátt? Fjölbreyttur aldur? Þetta svona eitthvað sem hristir samfélagið saman eða þetta klíka sem enginn kemst í? Ég held að þetta sé eiginlega fyrir formanninn að svara. Já. Nei, þetta er alls ekki klíka sem þetta bara við auglýsum náttúrulega alltaf í upphafi hvers tímabils, þá auglýsum við fyrsta fund sem við biðjum fólk að mæta á til að sjá svona hverjir ætla að vera með okkur og þetta er náttúrulega líka kannski fólk sem sér sömu leikarinn á sviði og bara já, ég þori ekkert að fara þarna, en það er alls ekki þannig, Það er náttúrulega bara að fólk byrjar ofta bakvið og það er miklu meira heldur en að vera bara á sviði, sko. En er ekki búið að ala upp líka kynslóð
bara með nú kemur þú sem kennari úr Árskóla hérna, bara uppeldið í skólanum líka þannig að þau eru svo sviðsvön, krakkarnir. Algjörlega, jú. Þau koma hérna hverju ári og koma og stíga á svið og þau enda í 10. bekk á því að sýna stykki sem í fullri lengd. Það búið að vera frá því 90 eitthvað sem það hefur verið á hverju ári og ég búinn að leikstýra held ég milli 20 og 30 stykkjum, eða 20 stykkjum hjá þeim hér. Og svo upp í Fjölbraut líka. Og svo Fjölbraut, já. Þannig að það löng hefð, ég svona reyna að segja, fyrir leikstjörnu. Geta allir leikið? Eða er þetta svona eins og með, þarf maður að vera fæddur í þetta eða getur þau kennt fólki? Þú getur lært þessa tækni, þetta bara eins og að læra að teikna. Þú getur náð ákveðnum árangri með því að æfa þig. En svo ef þú hefur einhverja gríðarlega hæfileika þá kemur það bara ofan og það alveg sama hvar þú ert. Ertu sjálfur langt síðan þú hefur? Ertu að leika? Nei, það langt síðan ég leikið. Ég lék á sínum tíma með leikfélagi Sauðárkróks og svo fór ég í Þjóðleikhúsið og var þar í ljósadeild í 10 ár og kom svo hingað aftur og hefur verið að lýsa meira minna hér fyrir leikfélagið en leikstýrt líka. Þetta annars stykki sem ég leikstýra fyrir leikfélagið. Það komið þér á svið. Já, er ekki komið að því að koma þér á svið aftur? Ég skila þó nokkuð upp á sviði. Ég meina ég á leikmyndina og ljósinn og... Segðu okkur aðeins frá henni. Hvað varst að hafa þér í huga? Já, þetta svona Balkanskotið. Hittum sennilega á það gagnrýnandinn þegar hún var að skoða þetta. Málið það að það svona ákveðin fyrirmynd svona til að lyfta finnst mér allavega þessu leikriti á eitthvað svona ákveðið plan að þá fyrirmyndin svartur köttur, hvítur köttur. Það að segja smá útlitslega séð og smá staðsetningarlega séð. Við höfum strákana sem eru að leika í þessu sólbrenda og þeir eru með fráhnefta skyrtu og gullkeðjur. Það vantaði bara gulltönnin að það gæti smókið í en það svona þessi tilfinning svona sem að við svona aðeins höfum undir og notum tónlistina líka mikið. Úr þessum myndum og frá þessum leikstjóra Emir Kusturica sem gerði þessa mynd og Goran Bregovic sem hefur nú spilað hérna á landi. Notum það mikið. Kemur bara mjög vel út. En vesen að finna, þú veist, kuðungaljós og allt sem til þarf? Þetta svona eins og naglasúpan, sko. Þú kemst af með ansi margt en gott væri nú að fá aðeins og þá smá saman fyllist þetta. Já, nákvæmlega. En hvernig eru sýningar? Já, við frumsýndum þetta á sunnudaginn síðasta og erum búin að sýna 2 í viðbót og svo erum við í raun og veru að keyra núna bara núna helgina og næstu viku og þá keyrum við alveg þar næstu helgi 7. til 8. maí svona stór sýningahelgi hjá okkur og erum í raun og alveg fram yfir Hvítasunnu. Við endum á Hvítasunnu kvöld. Nú er ég búin að taka ótrúlega mörg viðtöl við fólk sem að halda leiksýningar í gegnum tíðina og það eiginlega alltaf það sama. Fólk virðist alltaf fatta of seint að sýningin hafi bara yfirleitt ég ætla að mæta en bara, svo var hún bara búin. Er þetta sama reyndin hérna? Nei, fólk hefur náttúrulega verið mjög duglegt að koma og við svo sem erum náttúrulega með auglýsum sýninguna og eftir að Facebook kom þá svo sem það svona maður getur hent inn á Facebook athugið sýningu í kvöld og það svona hringir síminn eftir 2 mínútur en það kannski vantar bara svolítið og kannski nota tækifæri og hvetur fólk bara til að bara, þú veist, ekki bara hugsa að fara ef það ætlar að fara, heldur bara að drífa sig því að við náttúrulega erum búin að halda leikhópnum náttúrulega núna í marga vikur og við erum líka alveg tilbúin að fara að komast í frí, sko. Það sé mjög gaman. Þannig að við erum svo sem ekkert, setjum bara upp sýningarferli okkar og það kannski svona, fólk heldur að það verði aukasýningar, en það svo sem ekkert endilega, við náttúrulega erum að keyra 13 sýningar núna. Þannig að fólk verður bara... Það nú ansi mikið. Já. Gaman að hitta ykkur, bæði 2 og skemmtilegt framtak. Ég veit að þetta í flestum bæjarfélagum, þá þetta svo mikilvægt og skemmtileg samheld og margir sem að einhvern veginn opna allt í einhverja nýja hlið og sjálfum sér þegar þeir prófa að hleypa sér út úr skilinni. Ég veit bara hvernig það að vera út í sal og hlæja. Mér finnst það alveg ómetanlegt og það lengi líf manns. Ég held að þið 2 ættu að vera í næstu sýningu. Já, kannski. Áskorun.
Já. Fullkomin brúðkaup 2. Það er byrjað að skrifa það, sko. Ekki spurning, ég er til. Við höldum áfram í föstudagsþættinum héðan frá Sauðárkróki í tilefni Sæluviku eftir augnablik.